Eina farsæla nótt í Ásgarði dreymdi Baldur ljósi, slæma martröð. Faðir, í nótt dreymdi mig dauða minn. Það var alveg frekar klikkað. Það? Já, það var alveg bara blóðuð og allt og eitthvað. Óðinn ferðast til Völvu og spyr hana út í örlög Balds. Hver hér á vegum, sá sem ég þekki ei? Reykhammer heiti ég kominn til að spyrja hvaða sonur Óðins mun deyja. Það væri hann Baldur. Hver mun svipta lífi Balds? Svaraðu. Hörður, bæ, nú mun ég þegja. Bíddu, ég hef fleiri spurningar. Nú ég farin! Ég var ekki svona okkar. Hann dreymdi dauða sinn. Frigg fer nú og spyr allar lifandi verur og hluti að sverja það að valda ekki dauða Balds. Allir hlutir lifandi og góður elskuðu Baldinn ljósa að þeir hétu strax að gera honum aldrei mein. Þegar Frigg hefur spurt allt sem hún gat hugsa sér að gætu valdið dauða sonur hennar gengur hún fram hjá mistilteini. Ekki séns að getur mistiltein mun valda bana Balds. Hún sleppir því að biðja hann og hugsar ekki meira út í þetta. Ásar síðan skemmta sér með því að reyna að skaða Bald. Allir nema einn, hann Loki. Ég vil sjá Bald særðan og drepinn. Ég hef sagt öllum sem lifa að skaða Bald ei. Mistiltein. Mistiltein er svo ungur, hann virðist óhættur. Kannski ekki svona saklaus núna. Hvað berð þú ekki að ráðast á Bald? Vegna þess að ég er blindur og sé ekki hvar hann stendur. Auk þess er ég vopnalaus. Svona, kastaðu til gamans. Nú fer ég að tala við Hel og biðja líf Balds aftur. Nei, hún þekkir þig. Ég, hermóður, skal fara. Svo gefa þér Sleipnir hann og kemst frá. Hermóður ríður á Sleipni til Heljar niður dimma vegi yfir dökk fjöll, eld og lýsa leiðina. Ég kem fyrir hönd Frigg og spyr líf Balds. Skulum sjá hvort hann hafi verið svona. Segðu Frigg að ég skal gera kaupið hana ef allur heimurinn, dauðir og lifandi, skulu gráta honum. Þá má hann snúa aftur. Ef nokkur hlutur mótmælir og vill ekki gráta, þá heldur hann sér hjá Helju. Af hverju er hún ekki að gráta? Baldur við nóg af tárum. Lefum Hel að fá sitt.